Komið sæl, sjáum hér stöðuna í dag. Það var lægðarsvæði hér suður af og austur af landinu, norðlægar áttir, var svolítið súld og þungbúið fyrir norðan en svona bjartar yfir hér syðra og þurft að kalla. Ekki mikill vindur, var svona svolítið strekkingur norðvestan til, ætti nú að draga eitthvað úr þessu en síðan þegar líður á morgundag þá kemur dálítið bakki hér nær og það hvessir hér syðst á landinu með strekkings austanátt, verður austlægari vindurinn svona eftir sem líður á morgundaginn með lítilsháttar úrkomu þá hérna seinni partinn syðst, eða svona við suðurströndina getum við sagt. En það svona hækkandi þrýstingur, við sjáum að hæða hryggur svona frá Grænlandi, kemur teygir anga sína til okkar og heldur á móti laðunum hér sem að myndast suður í hafi. Sjáum á hitasviðinu, það svona fremur svalt hjá okkur, við getum sagt að hiti sig í meðalagi í rauninni, og lítið svona næturfrost næstu daga og svona ágætlega milt kannski allra síðst, það sem hiti fór í dag svona eitthvað rétt yfir 8 gráður. Og hér þá í kvöld að þá nokkuð svona bjart yfir hér víða vestanlands en þungbúið hér og við sáum hérna úrkomubletti fyrir norðan. Kannski dálítið dropar hér á Reykjanesinu í kvöld en tíma bara og á morgun að þá verður svona keimlíkt veður, það verður fara að hvessa aðeins hér allra síðst, annars svona bjart með köflum eða ský með köflum hér vestanlands en áfram svona þungbúið hér dregur úr svona súldinni við norðurströndina líklegast og fer að birta til svona þegar líður á daginn og brotna aðeins upp en við sjáum að það þykknar aðeins upp hér og með svona strekkingsaustanátt hér syðst á landinu og gæti einnig dropa hér við suðvesturströndina eitthvað en hitinn já hann breytist nú ekki mikið hann svona frá 1 gráðu upp í kannski 6-7 gráður hér syðst. Og þetta verður viðlóðandi annað kvöld hér með dálítið vætu syðst á landinu, annars þurft að kalla og síðan á fimmtudaginn að þá erum við með áfram austlæga átt, strekking hér syðst áfram eitthvað en já nokkuð bjart hér svona yfirleitt vestan til en úrkomu lítið fyrir austan og á föstudaginn að þá svona keimlíkt veður. Þetta svona voðalega tilbreytingarlítið í rauninni hjá okkur. Svona almennt séð, svona frekar skýjað og úrkomu lítið næstu daga hér fyrir austan en svona bjart með köflum vestan til og hitinn alltaf svipaður. En það kemur svona, sjáum hér svona stóru myndina að þá eru lægðir hér suður af og það svona þrýst á móti þannig að á endanum kemur inn hér bakki á laugardaginn með vaxandi úrkomu hér á Suðausturlandi og sjáum maður þéttari þrýstilínur þannig að það má alveg reikna með að verði stormur víða hér á miðunum og við suðurströndina á endanum á laugardaginn en strekkingur allhvass kannski svona öllu jafna á landinu og hitinn svona fer hækkandi og svo sunnudaginn ætti hann að hækka enn frekar þá fara þessi skil yfir og við fáum heldur hlýrra loft. En í Evrópu þá nokkuð hlýtt víða, suðlægar áttir svolítið svona stífar hér vestan til í álfunni, hæðin hér að hopa smá saman til austurs, sjáum að það eru ennþá hér skúradembur og þrumuveður í Grikklandi, annars sólríkt og fallegt veður víða, en hins að búið að versna talsvert hér og Íberíuskaga, sérstaklega Portúgal verður talsverð rigning og einnig Madrid sjáum við hér og nokkuð hvasst, ekkert af veðrinu á Kanaríum og síðan hér í Norður Ameríku þá lítil lægð á ferðinni hér, ferðast hér til austurs og má alveg reikna með úrkomu hérna við vatni miklu og jafnvel slitið að snjókomu í svokölluðu svona leikafekt. En já, við sjáum að líka svolítið hvasst í kringum hana en hér hæð ennþá ríkjandi hér í suðausturhlutunum og síðan vaxandi úrkoma og vindur í Kaliforníu og í norðvesturríkjunum. En það sem sagt austlægari vindátt á morgun, vaxandi austanátt hér og strekkingur syðst á landinu en annars nokkuð bjart hér víða vestan til á landinu. Látum þetta gott heita, verið sæl.